Regína, komdu. Ég er að koma. Nú já, sundarskólinn alltaf að byrja, sko. Nú er ekki verið á sein. Hvað ertu með nú hérna? Sko, ég finnst það skemmtilegt. Já. En býtu, áður við byrjum, þá hérna, verður þú til í, ég glemdi þér nefnilega, nennir þú að byggja spilaborg? Já. Ofan á kassanum og ég kemur því smá. Til ég? Já. Ok. Þetta er eitthvað flókið, krakkar. Ofan í kassa. Sko, ég hef oft byggt spilaborg, en... Ok. Þetta er ekkert að fara að gera, sko. Býtu, Svenni, hvað ertu að gera? Ég er að byggja spilaborg. Ofan í kassanum? Þú sagði það. Nei. Nennir að byggja spilaborg. Nei, þú þarft aðeins að hreinsa þér eyrun. Ég sagði, nennir að byggja spilaborg ofan á kassanum. Sérðu? Það þarf, ef maður þarf að byggja hús og borg, það þarf að vera svona traustur grunnur. Að þú sást, þú varst að byggja ofan í gardinu. Ég næ þessu núna, sko. Já, það fór það, ég líka útskýra bara fyrir krökkunum, sko. Já. Að þá fór það bara ofan í og getur ekki, þú veist, næri einhver svona fórstu. En, ef maður er með traustan grunn og vandar sig og má ekki vera með ný spil, þá ætti maður að búa til hús. Veitu, já, sérðu? Næs, þú prófa? Já. Og það er mjög mikilvægt að ekki glæma spil. Strax! Já. Og svo getum við gert byggt ónátt og alls konar. En aðalatri, ef maður þarf að byggja hér, ég tala, maður má ekki tala eins og þessu, ef maður þarf að byggja hátt upp, það verður maður að traustum grunni eins og með legakurpa og svona, skilur. Við getum mögulega gert alveg svona, þú veist, 50 Ég hef alveg gert það, sko. upp, Já, ég hef alveg gert þetta þannig. En þetta minnir mér pínlítið á eitt lag. Já. Já, getur þú sungið það? Já, ég kann það. Hvað er það? Bubbi. Nei, ég er ekki að meina það, skilur. Það er svona að passa, sko. Nei, og ég er heldur ekki að meina gullibyggi, skilur. Heldur, ég er að meina lag sem, vá, þetta er ekkert smá erfitt. Regína þarf að æfa sig, krakkar. Já, ég þarf að þetta er líka dyr, maður þarf að æfa þessu. Já, þið örugglega líka fyrst. Já, en ég er að hugsa lag sem heitir Á bjargi byggði hygginn maður hús. Það fjallar 2 menn sem eru aðeins að svona, ekki kannski rífast að segja, ég get gert betur en þú, ég get betur en þú. Og hver heldur að hafi betur? Svo syngja þetta lag. Þetta er spennandi. Og við ætlum líka að gera hreyfingar með. Og þið bara fylgist við, svona ekkert að gera þetta of hratt. Og við þurfum að leika þetta alltaf, svo gaman að hafa hreyfingar og kannski gera þetta til sér. Dilla sér hún. Dilla sér alltaf, þú náttúrulega getur ekki verið kjör. Á bjargi byggði hygginn maður hús. Á bjargi byggði hygginn maður hús. Á bjargi byggði hygginn maður hús. Og þá kom steypiregn. Þá kom steypiregn og vatnið óx og óx. Og þá kom steypiregn og vatnið óx og óx. Og þá kom steypiregn og vatnið óx og óx. En húsið á bjargi stóð fast. Þetta var hyggimaðurinn. Hyggnimaðurinn sem að ekki. Jú, örugglega, krakkar. Og þá var það hinn maðurinn. Hvað gerði hann? Þessi byggði húsið sitt á bjargi. Þessi hinn byggði húsið sitt á sandi. Þetta er búið. Á sandi byggði heimskur maður hús. Á sandi byggði heimskur maður hús. Á sandi byggði heimskur maður hús. Og þá kom steypiregn. Má sjá. Og þá kom steypiregn og vatnið óx og óx. Og þá kom steypiregn og vatnið óx og óx. Og þá kom steypiregn og vatnið óx og óx. Og hvað haldið það gerst? Og húsið á sandi það féll. Alveg eins og spilaborgið þín aðan. Og þetta var svo skemmtilegt lag. Þetta er geggjalag. Og auðvelda hreyfingu fyrir krakkana að búa til og svona skemmtilegt. Já. Og minnir okkur enn og aftur á það, við þurfum að hafa sterka undirstöðu þegar við erum að byggja upp. Það er alveg laukrétt. Hvort sem það er hús eða byggja upp bara einstaklingin, skilur. Já. Sterk undirstaða, lengi býra fyrstu gerð. Það var mitt málsáttur sem ég fekk í páskaegginu mínu. Páskaegg. Ó, þú og súkkulaði. En, Svenni, af hverju ertu í svona smíðagalla? Smíðabuxum og með, þú veist, einhverja svona tommustokk og blýjandi í eyranu? Já, ég er búin að gleyma honum. Af hverju er þið svona smíðagalla? Herri, ég var að smíða. Ég var að hjálpa frænda mér, sko. Og hvað voru það að gera? Herri, krakkar, við vorum að smíða bát. Bát? Já.
Og veitu, hvað fyrst þú að gera? Þú veist, hvaða hlutverk varst þú? Varst þú að flota eða, ég kann þetta ekki það. Flota? Í báti, já. Whatever. Nei. Ég kann ekki þetta svona mál. Nei. Varst það að negla? Til dæmis var ég að saga. Heyrðu, það er mínum að laga sem ég kann. Það er lag sem ég var að læra. Nú? Og það er svo skemmtilega hreyfingar. Hann er bara fjallar Nóa. Manstu þetta Nóa? Já. Nóa Sirius. Nei, ekki Nóa Sirius. Þú bara hugsa súkkulaði á páskana. Nei, manstu ekki. Örkinans Nóa. Já. Risastóri báturinn. Já. Já, nákvæmlega. Með öllum dýrunum. Með öllum dýrunum. Já. Og þetta er nýtt lag sem ég var að læra sem ég hef bara aldrei, ég vissi ekki eins og þetta væri til í þetta lag. Og þetta er skemmtilegt, þetta heitir Guð á himnum sagði við Nóa. Já. Eigum við kannski að kenna krökkunum þetta lag? Ég til í það. Er það ekki? Jú. Syngjum þetta lag. Já. Og ekki of hratt af því að ég er nýbúin að læra þetta. Ok. Já, það er svona, ekki. Guð á himnum sagði við Nóa, þú mun bjargast flóði frá, örkina stóru skaltu smíða, orði mínu biðu á, hann fór að smíða, hann fór að saga, saga, hann fór að smíða. Hann fór að saga og saga, vann alla daga, duglegur Nói gamli var. Ég er svo þreytt. Og hann var svo þreyttur eftir að byggja svona mikið. Þú veist að gespa þar að gera þetta. Ekki einu sinni. Guð á himnum sagði við Nóa, þú mun bjargast flóði frá, örkina stóru skaltu byggja, orði mínu biðu á, hann fór að smíða, hann fór að saga, hann fór að smíða, hann fór að saga og saga, vann alla daga, duglegur Nói gamli var. Þetta er ótrúlega skemmtilegt lag. Svo kannski bara endar það svona? Ég bara, þetta bara var. Nákvæmlega, við byggum bandið nýjanetti. Þetta er ekki svona. Já, eða svona? Já. Pappaðir heima kunna þetta kannski. Þeir svona rockataðundur vita þetta. Já, þeir kunna þetta. En svo skemmt að þetta hafa komið í smíðagalunum sem Já, ekki? Jú, af því að það er svona, sagan fjallar svolítið þetta, að smíða. Í smíðagalanum? Ekki alveg, skilur við. Hann fjallar mikið smíðar og biblíusaganum í dagsins. Já, alveg rétt. Er að þessu sinni tölvu teiknimynd sem við ætlum að sjá dæmis Jesú mennina 2 sem voru einmitt að byggja, sem við erum búin að tala svo mikið í dag. Einn byggði á bjargi og hinn á sandi. Þannig að krakkar, njótið þessar skemmtilegu tölvu teiknimyndar.
Þetta var frábær saga, Regína. Já, þetta var rosalega flott svona tölvu teiknimynd. Já, og segðu mér hérna, hvað getum við nú lært þessari sögu? Þetta náttúrulega bara það sem við erum búin að tala í dag, að við þurfum að hafa góðan grunn til að byggja á. Þessi menn voru bara að gera saman við vorum að gera í laginu á hann. Einn fór og byggði hús á Bjargi og hinn á Sandi og þau sáu hvernig fór. Það var skemmtileg teiknimynd líka, þú veist, ekki tungumál en við skildum hann algjörlega. Nákvæmlega, kannski svona svipað, nei, eins og þegar ég misskildi þig áðan. Algjörlega. Og ætlaði að fara að byggja spilaborg ofan í kassanum, það náttúrulega var ekkert hægt. Nei, því það fór bara allt í einhvern mauk, sko. Já, það var ekki grunnur. Nei, og svo leiði ég setti lokið á. Já. Þá gekk það vel. Það gekk þetta betur en mér. Man þarf að æfa sig, eins og öllu sem er að gera. En það er svona kannski líka minnum á þegar Jesús talaði um boðarinn 10 og reglur biblíunar, að það er rosalega traustur og góðu grunnur fyrir lífið. Algjörlega, af því við erum til dæmis hvött í biblíunni til þess að koma fram við aðra, alveg svo við viljum láta koma fram við okkur. Og ekki stela, ekki ljúga, ekki vera afbrýðsum og mun eftir þeim sem eiga illa og gengur eitthvað, já, gengur illa og líður illa. Algjörlega, það er rosalega góðu grunnur. Mjög góðu grunnur. Og ég til dæmis lærði eina reglinu sinni, ef þú vilt fá bros, byrjaði þá að brosa fyrst. Það er ótrúlega góð regla, af því að þú veist, bros bara getur dimm í dagsdagsbreytt. Nákvæmlega. En sko, mér langar eiginlega að syngja eitt lag. Já. Sem að krakkarnir þekkja mjög vel. Ok. Og það er einhver hreyfingar? Já, það er bók. Ákveðin bók. Ég meira þess að nefnda hann á hann. Mér dettur hug hvað hann er. Ég held ég bara einmitt með hana hérna. Það ná ég hana, eitt sér á. Nei! Ég hef komið með hana! Nú var hún snögg loksins. Svona fín biblía, mjög falleg með svona gildu hérna. Hún er þetta mjög falleg. Mjög falleg, já, mjög falleg. Og hún er mikið notuð þegar hún er mikið lesin hérna í Lindarkirkju. Ég sé það. Já. Mjög fín. Hvað við gera? Og þið þekkið þetta krakkar. Ég ætla að fara að syngja lag. B-I-B-L-I-A, biblía. Og Regína, hún ætlar að stjórna hversu hátt eða lágt ég syng lagið. Eða þau. Við syngjum, já. Og þið náttúrulega megið syngja með, þið mikið gleyma því. Já, þú ert núna alveg. Og þegar hún lætur biblíuna síga niður, þá syngir rosa lágt. Og svo þegar hún tekur hana herra og herra og herra, þá syngir rosa lágt. En svo hérna bara venjulega. Já. Þannig að nú skulle ég standa upp, krakkar, og ég ætla að stjórna hvað ég syngi hátt, en við, já, þú syngur þetta. Nú megið þá hátt. Ég syngi aðeins með því kannski, skilur. Já, já. En ég ætla að stjórna þessu, ok. B-I-B-L-I-A er bókin bókana af orði drossið til allt mitt traust. B-I-B-L-I-A. Þetta er erfið krakkar, maður að fylgjast vel með. Ok, ég skal gera þetta eins og það. Já, ekki. Ég ætla að byrja hérna niðri. B-I-B-L-I-A er bókin bókana af orði drossið til allt mitt traust. B-I-B-L-I-A. Mikið rosalega stóðu ykkur vel, krakkar. Ótrúlega flott. En það kom að lokum hjá okkur, kæru vinir. Takk fyrir að vera með okkur í dag. Og við ætlum að gera þetta þessu öðruvísi núna. Algjörlega. Við gleymdum ekkert að kveikja kertanu, sko. Ég veit að þeir eru gleymd að bara, heyrðu, þið gleymdu að kveikja kertanu. Við gleymdu því meðvitað. Við ætlum að enda stundina á að kveikja kertanu. Ef við byrja á því? Já, hvernig væri það? Já, byrjum á því. Og fara með... Segjum þessi fallegu orð. Já. Jesús sagði, ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér, mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós í sér. Og við ætlum líka að rifja upp það sem við erum búin að læra í dag, meðan að byggja líf okkur upp á góðum grunni, vera góðu hvort annað. Já. Og svo nei, það sem þú komst með aðan. Krakkar, það er ókeypis að B-R-O-S-A. Brosa. Og vitið til, þið brosið til fólks, ég skal lofa ykkur þið fóðu bros á móti. Nákvæmlega, krakkar. Prófið til dæmis líka að segja bara pabbi eða mamma, my voice. Það virkar örugglega. Það virkar allan betur heldur en að brosa ekki. Nákvæmlega. Þannig við skulum setja hendurnar okkar saman, muni, látum þær faðmast, lokum augunum og ætlum að fara í lokin með faðirvorið
og ég veit að það eru margir sem kunna það, einhverjir eru enn aðeins að læra það og einhverjir aðrir sem hafa aldrei heyrt þetta. Þannig að við ætlum bara að biðja saman, Faðir vor. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn og tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss voru skuldir, svo sem við og fyrirgefum voru skuldinautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og við ætlum að syngja loka sálminn okkar í dag og hann óbærslega fallegur, kemur frá Írlandi og heitir Megi gæfan þig geyma. Afsakið, ég get alveg ruglast þessu aðri, sko. Megi gæfan þig geyma. Þig geyma? Já. Sérst, gæfa svona svo bara heppni eða lán. Gæfa þig geyma, þá erum við bara að biðja það að óska ykkur allsins besta. Er það ekki? Jú. Það yndislegur texti. Nákvæmlega. Og takk fyrir okkur og vonandi getum við sést í kirkjunni bara sem fyrst, en annars sjáumst við hér næsta sunnudag, hress og kátt. Megi gæfan þig geyma, megi Guð þér færa sigurlag, megi sól lýsa þína leið, megi ljós þitt skína sér hver dag og bænar bið ég þér að ávallt geymi.